Inkasso-meistarar, fyrstu viðbrögð, hvernig fóruð það þessu? Já, ég er hrikalega stoltur og glaður og þó ég sé ekki einhvern veginn smælandi þá er ég mjög glaður inn í mér og ofboðslega stoltur af liðinu okkar sem að kláraði þennan leik. Það er ekki létt verk að vinna Hauka með við siglinguna sem þeir voru á. Frábæra þjálfara og konum með bakið upp í vegginn, þannig að hvernig mínir menn kláruðu þennan leik bara finnst mér dásamlegt, bara yndislegt. Þegar ávaknaðir í morgun, gæti úra fyrir því að þeir myndu enda með bikar á lofti hérna á Seltjarnarnesinu í kvöld? Nei, í raun og veru ekki, vegna þess að það sem maður hefur lært er að þú í raun og veru getur ekki gert neitt annað en að hugsa það sem þú getur haft áhrif á sjálfur. Og það var alveg ljóst að við myndum ekki hafa áhrif á það hvort að hver úrslit Keflavíkur og Fjölnisir. Þannig að okkar einbeiting fór í það að reyna að vinna þennan leik. Ekki nálgast að þannig að við myndum okkur næði jafntefli, heldur reyna að vinna. Og það sem gerist í Keflavík er síðan bara bónus og ég bara sé góðan fyrir Eysteini Húna að hafa náð einhvern veginn að gíra sína menn upp eftir vonbrigði á móti Haukum í síðustu umferð, fyrir síðustu umferðan. Og hrikalega sterkt og bara svona ekki framhald á þeirri vinnu sem hann hefur einhvern veginn unnið í sumar. Hvernig náðu þeir að ná saman svona ungu lið á góðum fótboltastrákum og breyta þeim í sigurvegara í deild og gera þetta 2 ár í röð fara 2 ár í röð upp deild? Já, ég veit ekki hvernig við einhvern veginn, okkur hefur borið gæfa til að við höfum fengið, við vorum með sterkir kjartan Gróttumönnum og svo svona náðum við einhvern veginn, völdum við góða menn inn, við völdum inn menn sem að passa inn í hugmyndafræðina, við völdum inn menn sem eru góðir karakterar og einhvern veginn small þetta saman og það var kannski, við tókum ekki menn sem að við töldum ekki passa inn þó þau væri kannski betri fótboltamenn en aðrir. Þannig að ég held að það hafi svona verið lykill. Síðan auðvitað bara er það þannig að þegar þú ert í einhverju verkefni þá vaksa margir með því og það er alveg ljóst að þetta lið einhvern veginn er allt annað lið heldur en það var þegar við spilum fyrsta leiki við Tindastól í annarri deildinni 5. maí á síðasta ári. Það er alveg ljóst, þó það sé bara einn, akkurat núna er bara einn sem að var ekki í liðinu fyrra, Ásbjörn Þórðarsson, þannig að það er kannski að tilnægast. Hvað Pepsi Max-deildin á næsta ári, ætlar að vera þjálfari Gróttu? Ég ætla nú bara að byrja á því að njóta þess að vera þjálfari Gróttu í dag og svo verður einhvern veginn, verður framtíðin bara komið ljós hvar ég verð en ég er þjálfari Gróttu í dag og bóðslega stoltur af því. Enginn hjá Gróttu búinn að ræða við að vera með liðið uppi á næsta ári, eða ekki? Jú, við svo sem, ég var að plata því að það ekki verið nefnt en við höfum ákvæðum það bara að klára þetta verkefni og setja síðan niður og sjá hvernig landið lægi. Takk hjá fyrir Óskar, hamingju.